Já, komið þið sæl. Eins og fundarstjóri kom inn á, þá heiti ég Sigríður og Kristjánsdóttir og ég deildarstjóri á deild hollustuverndar hjá Umhverfisstofnun. Nú á síðasta ári þá voru sorpbrennslur og díoxín í brennidepli í starfi stofnunarinnar og í erindi mínu þá ætla ég að segja ykkur frá sorpbrennslum, svona í víðari skilningi. Einnig ætla ég að segja ykkur frá díoxín sem er mengunarefni sem myndast meðal annars við sorpbrennslu og síðan ætla ég að segja ykkur frá niðurstöðum á rannsóknum á díoxínum í jarðvegi sem að stofnunin lét gera síðastliðið sumar. Fyrst langar mig bara að beina athygli ykkar að þessari fallegu byggingu hérna á skjánum. Ef ykkur grunaði það ekki þá get ég sagt ykkur það að þetta er sorpbrennsla. Mjög glæsileg sorpbrennsla og hún var hönnuð sérstaklega af mjög frægum svissneskum listamanni, Friedrich Hundertwasser heitir hann, og hún er staðsett í Vín og þetta er ein frægasta sorpbrennslan í Evrópu. Orkan úr henni hún nægir til að hita yfir 190.000 heimili og 4.200 opinberar stofnanir, þar á meðal stærsta sjúkrahúsið í Vín. Þannig að þetta er heilmikil bygging og glæsileg líka. Nú, það gerist ekkert hérna. Jú, þannig gerist ekkert. Brennsla úrgangs með orkunýtingu, þetta er ein algengasta leið til endurnýtingar úrgangs sem er stunduð og hún er ein algengasta meðhöndlun úrgangs í Evrópu. Oftast er talið að þessi leið sé mun dýrari förgunar- og ráðstafunarleið fyrir úrgang heldur til dæmis urðun, en það kemur náttúrulega á móti að þegar þú brennir sorpu þá færðu orku sem er hægt að nýta og selja, samanber þessi fína sorpbrennsla sem ég var að benda ykkur á þarna í upphafi. Og við vitum öll reyndar og nýleg dæmi hafa sýnt að sorpbrennsla hefur í för með sér mengun, en það eru mjög strangar kröfur gerðar til mengunarvarnabúnaðar í sorpbrennslum og það eru sett mjög ströng losunarmörk bæði á útblástur og losun í vatn. Og þannig að venjulegri sorpbrennslu ætti ekkert að stafa meiri hætta heldur en að venjulegri stóriðju. Það bara fylgjast með og sjá til þess að mengunarvarnabúnaðurinn virkar. Það eru ýmsar ráðstöfunarleiðir til fyrir úrgang. Það er almennt talið að það sé heppilegast að brenna ákveðna tegundir úrgangs og þar má til dæmis nefna smitnamann, dýraúrgang, dýrahræ í fyrsta áhættuflokki og sjúkrahúsúrgang. Í desember árið 2010 þá voru starfandi hér á landi 6 sorpbrennslur, en þá kom það upp að það mældist díoxín í mjólk hjá bónda í nágrenni við eina slíka í Engidal í Skutulsfirði og þeirri stöð var lokað í kjölfarið og síðastliðið vor lokaði síðan önnur sorpbrennsla. Þannig að í dag eru starfandi hér á landi 4 sorpbrennslur. 2 svokallaðar eldri sorpbrennslur og 2 nýjar. Og árið 2010 þá var brennt það bil 18.000 tonnum á úrgangi fyrir geði hér á landi, en þetta nýjustu tölur eru ekki til staðar ennþá. Nú árið 2003 þá fékk Ísland ákveðna aðlögun af þessum ströngu losunarkröfum sem ég minntist á hérna áðan. Þessi aðlögun hún hafði í rauninni för með sér að eldri sorpbrennslum, svokölluðum, þau fengur hreinlega leyfi til að menga meira heldur en þessa nýju og þannig fengur til dæmis eldri sorpbrennslur að losa 10 sinnum meira ryk heldur en nýrri sorpbrennslur og það voru engin mörk sett á díoxín losun frá þeim. Eina skilyrðið var að þær ættu að mæla díoxín einu sinni fyrir árið 2008 og síðan átti í rauninni að endurskoða aðlögunina. Nú, þessi aðlögun hún hefur nú verið endurskoðuð og það er búið ákveða og komin út reglugerð sem að segir til að allar sorpbrennslur þurfa nú að uppfylla þessar ströngu kröfur og þessar 2 eldri sorpbrennslur þær fá til 1. janúar 2013 til að uppfylla þessar kröfur. Díoxín, það
þrávirkt lífrænt eiturefni sem að veldur eiturhrifum bæði í mönnum og dýrum þegar það safnast upp. Það er þrávirkt og það berst langar leiðir og það myndast meðal annars í sorpbrennslum og að sjálfsögðu eins og ég kom inn á áðan þá var náttúrulega mikil áhersla lögð á að mengunarvarnabúnaður sé slíkur á sorpbrennslum að þetta efni sleppi ekki út í umhverfið. Díoxín safnast upp í mönnum og rúm 90% af því díoxíni sem að maðurinn hefur í sér, það kemur í gegnum fæðuna. Þó kannski að upprunnin sé einhver iðnaður eða stóriðjuferlar. Þá kemur þetta úr matnum, svona feitum mat. Og við leggjum áherslu á að díoxín losun í umhverfið sé haldið í lágmarki, meðal annars með því að setja strangar umhverfiskröfur losun. Á Íslandi hefur verið farið yfir hvaðan losunin er. Helstu uppspretturnar eru iðnaður, sorpbrennsla, samgöngur, fiskveiðar og einnig áramótabrennur sem hefur vakið töluverða athygli. Árið 2008 var gert mat á heildarlosun á díoxínum og gaf það til kynna að einna mest losunin væri frá áramótabrennum. Nýrri tölur hafa þó reyndar sýnt að þetta mat hefur hugsanlega verið einhvers konar ofmat af því að eins og Þorsteinn reyndar mun koma hérna betur inn á eftir þá hefur verið mælt betur sem sagt hvað fer á áramótabrennunar okkar og fylgst með því. En matið sérst frá árinu 2008 það lá til grundvallar þegar Umhverfisstofnun ákvað að fara í þessar jarðvegsrannsóknir og það voru sérst ákveðið að taka sýni í nágrenni við helstu uppspretturnar sérst frá nálægt áramótabrennum í nágrenni við sorpbrennslur bæði gamlar og nýjar og einnig í nágrenni við stóriðju. Bara svona rétt smá upplýsingar, losunin þarna árið 2008 var 3,9 grömm en voru komin niður í 3,1 grömm 2012. Þetta eru niðurstöðurnar úr þessum díoxínrannsóknum sem að gerðar voru í jarðvegi. Það voru tekin yfir 30 sýni. Eins og ég sagði þá voru tekin sýni í nágrenni við sorpbrennslur. Voru tekin flest sýni í nágrenni við sorpbrennsluna Funa í Engidal, alls 10 sýni. Það voru tekin sýni í nágrenni við sorpbrennsluna í Vestmannaeyjum og Kirkjubæjarklaustri í Húsavík og í Helguvík. Og síðan í nágrenni við áramótabrennur meðal annars inn í Reykjavík og í Herjólfsdal og á Ísafirði. Niðurstöðurnar sjá ég hérna á myndunum. Grænu punktarnir gefa í rauninni til kynna að magn díoxíns var undir svokölluðum viðmiðunarmörkum, voru undir 5 píkógrammum per grömm jarðvegs og þegar díoxínstyrkurinn er á þessu bili þá er engra aðgerða þörf, alveg að vera búin. Og þegar díoxín er á slíku bili þá ber að leita uppsprettu og leitast við að minnka áhrifin. Og í Skutulsfirði og í Hnífsdal, náttúrulega það sem mældist þarna gulupunktarnir, segi í rauninni að það eru staðirnir þar sem að díoxínum var á bilinu 5 til 40 píkógrömm. Já, ég var búin að segja þetta, fyrirgefið. og aðgerðirnar sem að hefur verið gripið til, það er náttúrulega búið að loka sorpbrennslunni í Engidal og það hefur verið ákveðið að setja þessar hertari kröfur á eldri sorpbrennslur. Þannig að vonandi horfir þetta allt til betri vegar. Bara þakka fyrir bili. Takk. Ég set svona fyrir mínum eftir. Já.